Komið sæl og velkomin í hádegisviðtali sem að þessu sinni fer fram á heimili Guðmundar Ólafssonar, lektors í hagfræði við Háskóla Íslands. Guðmundur, krónan hefur veikst nærri 40% frá áramótum. Hvað að valda þessu? Já, það nú náttúrulega 2 ári, annað nú erlendis frá og hitt hérna innanlands. Og það má nú segja að áhrifin erlendis frá skiptir nú ekki miklu máli. Þessi alþjóðlega fjármálakreppa, hún hefur nú fyrst og fremst þau áhrif að vextir eru háir. En hrun gengisins og verðbólgan hérlendis, það alfarið innanlands framleiðsla, ef við getum orðað það svo. Og þetta stafar með þetta frá því þegar við tókum upp flotgengistefnu 2001 vegna þess að fastgengistefna gengur eiginlega ekki upp þar sem að fjármagnsflutningar milli landa eru leyfilegir. Það hefði orðið mjög dýrt að halda gengi krónunnar upp í gráðið fastgengistefnunni. Þannig að menn tók upp flotgengistefnu og það þýðir það að gengi krónunnar ræðist á markaði þar sem eru fyrir ýmsir hákallar að reyna að græða eins og vera ber. Þetta gerir það verkum að það töluvert erfitt að stjórna ríkisfjármálum og öðru þannig að ekki út af beri. Við erum með mjög lítinn gjaldmiðil og það vandasamt að stjórna gengi og við þessar aðstæður flott gengi en því miður þá pössuðu menn sig ekki. Það kom upp svokallaður framsóknarvíxill þegar að menn vildu fara að lána meiri gegnum Íbúðalánasjóð og bankarnir ruddust síðan inn með gífurlegt fjármagn. Þetta nam eitthvað 450 milljörðum sem bankarnir flutt inn, Íbúðalánasjóður 250. Þetta eru 700 milljarðar sem streyma inn á erlendu fjármagni og það bara kennslubókarefni á fyrsta ári í hagfræði að ef að erlend fjármagn streymir inn í hagkerfi þá þenur það út peningamagnið og þensla á peningamagni bara ávísun og verðbólgu. Þessi gengislækkun núna, hún það bara eitthvað gamalt vandamál? Að hluta til, en ástæðan fyrir gengisvandamálunum ekki síst afleiðing af því hvernig stjórnvöld og Seðlabanki brugðust við þessu innstreymi á erlendu fjármagni. Í stað þess að takmarka innstreymið og reyna að hafa hemju á því, þá ýttu stjórnvöld frekar undir að fjármagn streymdi inn í landið og reyndu að stjórna verðbólgu og gengi krónuna með stýrivöxtum. Þetta þýddi það að stýrivöxtir voru hækkaðir upp úr öllu valdi og ég ætla nú að nefna að það var ágætur hagfræðingur sem orðaði þetta þannig að reyna að stjórna gengi og verðbólgu með stýrivöxtum eins og að reyna að bursta tennurnar í gegnum nefið. En þetta náttúrulega mistókst en menn lentu í vítahring. Menn hækkuðu stýrivexti en gengið svo þegar gengið fór að láta undan og nú erum við konum með fleiri 100 milljarða í svokölluð jöklabréf sem eru afleiðing af því að menn notuðu stýrivextina til að reyna að hafa hemju á gengi og verðbólgu. Þannig að ríkisstjórnin gerði bara hagstjórnarmistök? Ekki kannski ríkisstjórnin, fyrri ríkisstjórn gerði þetta, við gerðum mistök að þessu leyti og síðan Seðlabankinn fyrir sitt leyti. Þeir hafi ekki gripið til þeirra ráða sem þarf til þess, sem þurfti skulum við segja, því að þetta auðvitað liðin tíð. Og við stöndum uppi núna með kannski 800-900 milljarða í jöklabréfum sem að hrynja ef til dæmis vextirnir eru lækkaðir, þá munu þessi jöklabréf, þá munu maður reyna að selja þau og gengi krónunnar mun hrynja. Þá getum við ekki lækkað stýrivexti væntanlega? Jú, það ekkert um að ræða. Við verðum að komast út úr þessu vítahring og við verðum að taka á okkur skellinn. Það erfiður skellur og það sýnir sig að stýrivextirnir eru hættir að virka, þeir eru hættir að hafa hemju að halda upp í háu gengi og við verðum bara að taka á okkur skelli. Þetta verður kannski 1 eða 2 ár erfitt en svo kemst á eitthvað eðlilegt jafnvægi í framhald af því. Ef við tökum á okkur skell, hvað erum við að tala um þá mikla verðbólgu? Já, við erum að tala um 30%, hugsanlega 30% gengitsfall í viðbót og við erum að tala um kannski 20-30% verðbólgu. Þolir íslenskt hagkerfi það? Já, það sem merkilegast við þetta það að íslenskt hagkerfi í góðu standi. Hér hefur verið full atvinna, góð framleiðsla, mikil verðmögun.
það sem er stjórn peningamála. Það stjórn Seðlabankans og stjórn peningamála sem að. Ertu þá að gagnrýna Seðlabankastjórn sjálfa og hvernig veit sér hvað þarf þá að gerast í Seðlabankanum til þess að... Það þarf náttúrulega að skipta peningastefnu, í stefnu í þessu málum. Og aðalega það þarf að setja þá menn frá sem eru sökudólgandar í þessu. Koma þeim frá, setja aðra menn til stjórnar og með nýja stefnu í farteskinu. Hver eru sökudólgandir þá? Það eru þeir sem stjórnar peningamálum, bæði fyrir og nú. Sko maður verður að gera greinarmun á tvennu, annars vegar fjármálum og peningamálum. Fjármál ríkisins eru skattar og ríkisútgjöld og þess aftar. Það eru nú sömur hagfræðingar sem hafa verið að tala um það að ríki komi hvergi að þessu. Það er bara ekki rétt. Fjármál ríkisins í góðu standi, við skuldum sáralítið og fjármál ríkisins hafa verið rekin í góðu lagi. Það eru peningamálin, það sem kemur að gjaldmiðlinum og stýringu hans, það er allt í höfng. Trúir því að einhver stjórnmálaflokkur eða einhver stjórnmálamæður væri tilbúin að skrifa og taka það ákvörðun að fara í 30% verðbólgu með jafnvel tilheyrandi atvinnuleysi? Já, ég veit það ekki, en það er enn skelfilegra sem við tekur ef við gera það ekki. Ef við ætla bara að bíða og vona, þá heldur þetta áfram endalaust. Þannig að við hefum enga góða kosti í þessari stöðu? Jú, sko, það hefur verið bent á það. Minnir að það hefur verið Þorvaldur Gylfason prófessor sem hefur bent á það að yfirlýsingum það að við ætluðum okkur að taka upp annan gjaldmiðil, til dæmis evru, myndi strax hafa áhrif á stöðuna. Og það er auðvitað það sem við þurfum að gera. Við þurfum að taka upp annan gjaldmiðil, alþjóðlegan gjaldmiðil. Íslensk fyrirtæki eru núna allan heim í viðskiptum. Við erum með tryggingafélög, lyfjafyrirtæki, flutningafélög og svo framvegis. Og þessi félög starfa allan heim. Það er ekki boðlegt að þessi fyrirtæki þurfa að nota krónu. Ef að til dæmis Kaupþingsbanka hefði ekki verið bannað að færa sitt bókhald í evrum, að þá væri til dæmis Kaupþingsbanki allt annir stöðu núna. Og það eru uppi núna tala um það að það þurfa að kanna það hvort að bankarnir hafi hagnast stórkostlega á þessari gengisniðursveiflu núna. Og það verður að horfa í augu við það að til dæmis Kaupþingsbanki, hann hefur mjög jákvæða gjaldeyristöðu, það er að segja gjaldeyrisjöfnuðurinn hjá þeim, þegar peningarlegar eignir hjá þeim eru miklu meiri í erlendri mynt, þannig að þeir hagnast stórlega á svona gengisfellingu í krónum. Trúir því þá þessa kjaftasögur sem núna í gangi það að bankarnir hafi raunverulega valdið þessu gengisfalli, allavega þess sem hefur átt sér stað núna síðustu 10 daga, Já. Að þetta séu bankarnir sem eru að gera þetta? Standa bak við þetta? Já. Ég vil nú ekki ganga svo langt að fullyrða neitt, eitthvað sem ég get ekki fullyrt. En það er alveg áreiðanlegt að þeir hefðu haft hag af því ef þeir hefðu gert það. Og það er alvarlegt út af fyrir sig að þeir skuli þeir geti haft hag af svona miklum erfiðleikum sem að veldur almenningi og þeir sem þurfa að borga af lánum og svona stórkostlegum vandræðum. En það er annað sem að blasir við. Og mjög grunnar það að bankarnir ætli sér að hækka stórkostlega vexti á eldri lánum eftir áramótin, þá kemur að endurákvörðun vaxta á eldri lánum og mjög býður í grunn að bankarnir ætli sér að hækka vextina á næsta ári. Hvaða afleiðingar mun það hafi för með sér fyrir fjölskyldur í þessu landi? Það mun bara þýða það að eins og fyrir daginn að almenningi er alltaf sendur reikningurinn. Það er bara svoleiðis hvað sem og svo þegar eitthvað er reynt að liðka til fyrir almenningi, til dæmis með því að hressa íbúðalánasjóð við eins og er gert núna, að þá missa sumir bankastjórar bara stjórn á sér og tala um hræðilega hluti. Það er að því að þeir vilja hafa almenning í klónum. En hvað er í stöðunni? Þú talar eins og krónan sé hálfpartinn ónýtur gjaldmiðl, besta leiðin er að taka upp evru. Ég sagði ekki evru, þú sagði það. Ég sagði bara gjaldmiðl, það er hægt að taka upp 4 gjaldmiðla, það eru 4 alþjóðlegir gjaldmiðlar sem hægt er að taka upp. Allir eru ágætir, það er evra, það er svissfranki, jen og dollar. Það liggur við svona næst að taka upp evru. En það er alveg rétt hjá þér, evran eru auðvitað það sem helst kemur til greina af þeirri einföldu ástæðu að tekjur og gjöld eru fyrst og fremst í evrum hjá okkur.
gagnvart útlöndum. Og það myndi þá því að það ef evran var eitthvað að sveiflast gagnvart öðrum gjaldmiðlum, þá skiptir það engu máli fyrir okkur. Alveg til dæmis eins og með Landsvirkjun. Landsvirkjun hefur sitt bókhald í dollarum og þetta kemur ekki í mál við Landsvirkjun þessu sveiflur núna. En Seðlabankinn var á móti því að Landsvirkjun fengi að nota dollar sem uppgjörsmynt. Þú getur rétt ímyndað hvað þetta þýðir fyrir Landsvirkjun að geta þetta. Seðlabankinn hefur verið á móti því að stórfyrirtæki sem starfa allan heim geti nota erlenda mynt sem uppgjörsmynt. Nú, mér sýnist að Seðlabankinn sé bara á móti því að við höfum yfirleitt samskipti við erlenda þjóðir. En hvað, það ekkert að fara að gerast á næstunum við sem að taka upp erlenda gjaldmiðil þó við verðum með yfirlýsingar þess efnis nú í dag. Þá hitt í stöðunni eins og segir að lækka stýrivexti og ganga gegnum taka á sig skellinn. Já, það ekkert annað að ræða. Það verið að reyna að fresta því með því að keyra upp stýrivexti, en þú sé bara sjálf hvaða þýðingu það hefur fyrir almenning í landinu. En hvað með þessi erlend lán sem ríkisstjórnin hefur verið boðað og útgáfa ríkis? Já, 500 milljarðar af erlendu lánum sem nú kannski fulllítið að mínu mati, að gera það fyrst og fremst að svona auka tiltrú á þennan gjaldmiðil sem við erum með. Ef að vitað að varasjóði sem hægt að grípa til, þá munu erlendir viðskiptamenn segja, já, þeir hafa búið sundir og erfiða hluti og það mun strax styrkja viðhorf manna í viðskiptalífinu til krónunar. En það gerir ekkert mikið annað, en það alveg hægt að nota þessa peninga til dæmis til þess að kaupa af bönkunum íbúðalánasjóðsbréf sem bankarnir hafa lánað til íbúðalána með hæfilegum afföllum. Auðvitað það hægt og láta síðan bankarna sjá að malla í eigin afleiðingum, það allt í lagi með það. En hvað með þessi ríkisbréf sem útboðið hefst á morgun, 75 milljarðar? Já, ég held nú að það sé nú svona misjafnt, það má segja bæði gott og vont það. Ég held að ég spari mér það nú að vera fullir eitthvað það. Það ekki stórmál. Ein svona lokaspurning fram til svona næstu mánuðir. Trúir því að krónan muni halda áfram að veikjast? Já, ef ekkert gerist sem ég hef talað að menn ætli sér að reyna, þá held ég það já. Að það verði framtíðin. Það náttúrulega ekki gott að segja hvenar hlutinni gerast. En þessi jöklabréf, þetta eru kannski 800-900 milljarðar og þeir eru til innlausna núna fljótlega stór hlut af þeim. En svo aftur heilmikið af þessum bréfum sem eru til 10 ára. Þannig að þetta vandamál ekkert búið, jável þó við myndum losa okkur út úr þessu vanda núna með því að taka skellinn, þá ekkert víst að þetta sé búið, því að þá kemur bara næsta holskefla. Íslensk króna, hún hlýtur, ef hún á markaði, þá hlýtur hún að lenda illa úti í alls kyns smákaupmennsku. Guðmundur, því miður ekki meiri tíma. Hádegisvitalinn lokið, við minnum að sjálfsögðu á fréttatíma Bylgjunnar og síðan á fréttir Stöðvar 2 í kvöld. Takk hérlega fyrir.